Andrea Mist Pálsdóttir og Sandra María Jensen. Ég ætla að byrja á Andru. Þú ert núna tvöfaldur meistari í öðrum flokki. Já. Íslandsmeistari og bikarmeistari. Svo brást þér í markið daginn. Það var svolítið gaman. Já, svolítið öðruvísi verkefni sem að endaði líka mjög skemmtilega en það er gaman að vera tvöfaldur meistari. Svo hefur möguleika á 3. titlinum á morgun. Já, hann verður okkar, það er alveg klárt mál. Sandra, manstu eftir tilfinningunni 2012 þú eru kýst í bikarinn hérna á Távelli og lyftir honum. Manstu eftir því? Það er eitthvað svona augnablik sem maður er aldrei að fara að gleyma, þannig að ég man það svo sannarlega og ég vona að við fáum að upplifa sömu tilfinningu og allir þessir hópur á morgun. Andstæðingar okkar sem eru F-fóðingar á morgun, það er nú sýnd við en ekki gefið. Það gerir sér lítið fyrir og skellt við Valskonum bara örugglega í síðasta leik, þannig að þið þurfa að vera við öllu búnar. Já, við þurfum að undirbúa okkur rosalega vel fyrir þannig leik. Þetta er rosalega krefjandi leikur og FH lið sem búið að stíga rosalega upp síðustu umferðir og eins og segir unnu Val 2-0 sem sannfærandi sem voru búin að spila vel áður í deildinni, þannig að ég held að þetta vera virkilega spennandi og krefjandi leikur fyrir okkur og mun sanna og sýna hversu gott lið við erum og við þurfum að sýna okkar allra besta til að ná sigri og við erum búin að undirbúa okkur vel, þannig að ég er full að trúa á mínu liði. Og þið þurfum náttúrulega líka að aðeins að breyta gír frá því síðasta leik, Andra. Þið reiðu nú ekki feitum hesti úr bleitinu og rokinu í Grindavík. Nei, það var einhver dagur sem við viljum ekki upplifa aftur og það er svona dag líka sem við erum bara búin að gleyma og við ætlum bara að mæta enn sterkar á morgun og sína hvað við getum. Stelpur, megum við ekki búast í því að, þetta er kannski, ef ég byrja á því að segja fyrst, þegar 2012 í lokaleiknum hérna heima þá voru yfir 1000 manns á vellinum, megum við ekki að vonast til þess að Akureyringar verði nú gamildir og komi á 1000-tali. Donni vildi fá 3000, það er kannski fullt mikið. Við viljum allan að byrja með að reyna að fylla stúkuna, það er algjör draumur og það hefur sýnt og sannað oft áður að með góðri mætingu þá er frammeistarinn á vellinum betri, þannig að við viljum hvetja allir til að mæta og ég veit þetta svo sem kannski aðeins og snemmt fyrir flesta, þetta er klukkan korter yfir 4 og við höfum verið að hvetja vinnuveitnur til að hleypa sínu fólki fyrr úr vinnunni til að koma á morgun og vonandi einhver hafa tekið undir það og gefið frí. Ég veit allavega að kennarar í menntaskólanum hafa verið að gefa krökkunum þar frí, þannig að vonandi bara mun fólk sjá hversu mikilvæga leikur þetta er fyrir okkur og mæta og hjálpa okkur að landa þessum titli. Vinnuveitendur hafa nú, sem eru þá í þessum fyrirtækjum í bænum, þeir hafa nú aldrei staðið sér vel núna. Mörg fyrirtæki ætla að bjóða frítt á leikinn, þannig að það er engin afsökun. Nei, við erum mjög þakklátar fyrir það og sýnum bara hversu gott stuðningslið höfum og vonandi bara eins og Sandra segir, verður stúkan full og titillinn verður okkar. Eru þið ekki trættari við það að spenningur verður of mikil? Nei, ég held ekki. Við erum búin að taka góðan fund saman, töluðum og spjölluðum mikið í gær fyrir æfingu, tókum yfir hálftíma fund það. Þannig ég held að það verði bara góð blanda af spennu og tilhlökkun, ég held að allir séu með hausinn réttum stað. Og svo bara láta verkinn tala inn af allar á morgun. Já, algjörlega. Stelpur, gangið ykkur vel. Takk fyrir. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.